Þá það 6. liður, það niðurskurður á samgönguáætlun ríkisstjórnarinnar og það bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Boðaði niðurskurður á samgönguáætlun áfall fyrir íbúa, fyrirtæki og almenning á landsbyggðinni. Skera þar niður 10 milljarða framkvæmdum í samgöngumálum sem áætlar voru í ár og fresta þar fjölmörgum vegaframkvæmdum vegna þess að fjárlög ársins fylgdu ekki samgönguáætlun. Miðað við boðaðar breytingar á áætluninni ljóst að Dettifossvegur verður ekki kláraður á árinu 2018 líkt og áður hafði verið stefnt að. Auk þess sem ekkert fjármagn sett í flughlaðið á Akureyri og má líta á það sem atlögu að möguleikum í flugsamgöngum. Þessar framkvæmdir sem og fleiri sem fyrirhugað að falla frá eru mikilvæg hagsmunamál fyrir byggðarlög á landinu sem setið hafa á hakanum of lengi. Verkefnin eru liður í því að styrkja innviði landsbyggðarinnar, auka atvinnutækifæri á landsbyggðinni og stuðla að möguleikum fyrir fjölbreytta uppbyggingu all land. Ljóst að ef áfram heldur sem horfir, það fjársvelti til samgöngumála, mun það leiða til hruns í samgöngukerfinu sem mun síðan koma hart niður á ferðaþjónustu og öðrum atvinnugreinum og íbúum landsins. Viðhald og uppbygging vegakerfisins og annarra samgöngumannvirkja einn mikilvægasti þátturinn til þess að atvinnugreinin nái að vaxa og dafna. Auk þess þarf að horfa til öryggis vegfarenda, en alkunnugt að mikil og vaxandi umferð allt land þessar mundir vegna aukins ferðamannastraums til landsins og aukinna flutninga á vegum. Það mín von að þingmenn leiti leiða til þess að koma auknu fjármagni til vegakerfis landsins, meðal annars með öryggissjónarmið að leiðarljósi, sem og að horfa til langtíma sjónarmiða við uppbyggingu innviða landsins í heild. Í aðdraganda síðustu kosninga var skýrt ákall frá þjóðinni uppbyggingu innviða, þar á meðal í samgöngumálum, og voru allir flokkar sammála mikilvægi þess. Að því sögðu vil ég leggja fram bókun sem ég vona verði samþykkt hér og eftir og hún hljóðar eftirfarandi. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar telur það algjörlega óásættanlegt að ný samþykkt samgönguáætlun hafi ekki verið fjármögnuð að fullu við gerð fjárlaga 2017. Áætlunin vanfjármögnuð 10 milljarða króna á árinu 2017 og því hefur samgönguráðherra lagt til mikið niðurskurð á þeim verkefnum sem til stóð að framkvæma á árinu. Þriðji áfangi Dettifossvegar meðal þeirra verkefna sem samgönguráðherra leggur til að skorið verði niður og ljóst að vegurinn mun því ekki klárast á árinu 2018 líkt og stefnt var að. Fjármagn í flughlað og Akureyri mætir niðurskurði og ekki á áætlun. Þessar framkvæmdir og fleiri sem fyrirhugað að falla frá eru mikilvæg hagsmunamál fyrir byggðarlög í landinu og eru liður í því að styrkja innviði landsbyggðarinnar og stuðla möguleikanum fyrir fjölbreytta uppbyggingu allt land. Áframhaldandi fjársvelti til samgöngumála getur leitt til hruns í samgöngukerfinu sem mun koma hart niður á umferðaröryggi, ferðaþjónustu, öðrum atvinnugreinum og íbúum landsins. Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar skorar á Alþingi, ráðherra og ríkisstjórn að endurskoða þessa ákvörðun og tryggja þegar það fjármagn sem gert ráð fyrir í samgönguáætlun. Þannig að uppbygging þessara samgöngumannvirkja sem og annarra land allt komi til framkvæmda á árinu samkvæmt áætlun. Takk. Fulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Forseti vill benda á að liðurinn heitir niðurskurður á samgönguáætlun Alþingis. Orðið laust. Fulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta náttúrulega grafalvarlegt mál sem liggur hérna fyrir fundinum og mjög brýnt að það verði tekið til endurskoðunar. En við megum ekki gleyma því að samgönguáætlun sem nú í gildi var samþykkt 12. október síðastliðin ári, rétt fyrir kosningar og eftir því sem ég best veit af öllum viðstöddum þingmönnum sem voru ef ég man rétt 45.
Þannig að þarna er þverpólitískt mál í sjálfu sér ræða. Það sem gerir svo er að við gerð fjárlaga í desember síðastliðnum, sem menn unnu einnig þverpólitískt, þá kom ekki inn í fjárlögin nema rétt 4 milljarðar af þeim 14 sem að samgönguáætlunin gerði ráð fyrir á þessu ári, þar að segja árinu 2017. Þannig að það er eitthvað sem gerist þarna sem að maður á ekki alveg auðvelt með að skilja. Þannig að samgönguráðherra stendur náttúrulega frammi fyrir því núna, þurfa að forgangsraða verkefnum og við náttúrulega sjáum það að við getum ekki sætt okkur við þær tillögur sem fram hafa komið forgangsröðun, þar sem verið að skera í raun og veru niður megni af þeim framkvæmdum sem að tilstóð að fara í hér á Norður- og Austurlandi og jafnvel Vestfjörðum og Vesturlandi líka. Þannig að það hlýtur að vera okkur mikið kappsmál að fá leiðréttingu á þessum ákvörðunum, en það verður sjóst ekkert gert nema að bæta fjármagni inn í fjárlögin til að geta mætt þessu. Við stöndum frammi fyrir því núna að það er verið að tala um það að færa einhverjum 170 milljónir af Kísilveginum yfir á Dettifossveg, þar sem fyrir 150 milljónir sem voru eftir á síðasta ári, sem er einhverja 320 milljónir sem rétt duga til að klára annan áfanga. Þá er allir þriðji áfangin eftir, sem var áætlað að kostaði ekki minna en 1600 milljónir og samkvæmt áætlun átt að fara í hann 800 milljónir á þessu ári og aftur 800 milljónir á næsta ári. Dettifossvegurinn er gríðarlega mikilvægur fyrir þetta svæði. Við getum spurt okkur af því hvar suðvesturhorni og Suðurlandi væri að gullni hringurinn væri ekki til staðar. Ég held að maður velti því kannski ekki alveg fyrir sér. Þetta er gríðarlega mikilvægt að fá þennan demantshring sem Dettifossvegurinn er raun og veru að loka þeim hring þegar hann kemur til þess að geta markasett þetta svæði enn betur en nú er sem ferðamannastað. Og þetta er ekkert síður, skiptir þetta ekki síður máli fyrir Norðausturhornið. Síðan náttúrulega vitum við að það þarf að fara í mikla framkvæmdir hér í tengslum við útskot vegna útsýnis stoppistöðva sem að eru náttúrulega að verða eitt af stóru málunum hérna á þessu svæði ásamt brúagerð hér og þar. En þetta er allt saman mál sem að við verðum með einhverjum hætti að koma inn í, en við megum reyndar ekki gleyma því sem að líka er vel gert og það er komið á daginn núna að það verður undirritaður samningur smíði á dráttarbáti hérna fyrir hafnarsvæði hér núna á fimmtudaginn og það er náttúrulega hluti af þessum fjármunum sem er að fara í það og það er bara gott að það skuli vera komið í gegn en það er mjög þarft mál. En það er þess vegna full ástæða til þess að brýna þingmenn í því að gera eitthvað í þessum málum og það verður ekkert gert hvað þessa grunnþjónustu varðar öðruvísin að setja meira fjármagn inn í verkefnið. Það verður bara ekkert hjá því komist, því miður. Ef að menn er að horfa á það sem miður. Því að við erum að vissu leyti á svona hagvaxtarskeiði og það er ekkert endilega gott að vera dæla miklu fé inn í kerfið á þessum tíma en ég heldur bara komist ekkert hjá því. Þannig að ég tek heilshugar undir þessa tillögu sem er svo sem búin að fara hér á milli fólks og ég held við séum öll sammála að sé þessi virði að styðja hana og koma okkar sjónarmiðum þannig á framfæri. Takk. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég bara fagna því að við séum að taka þetta mál hérna fyrir í bæjarráð og bæjarstjórn og koma með þessa bókun vegna þess að þetta er afskaplega mikilvægt mál fyrir okkur og það við komum hér fram í máli bæði bæjarfulltrúa Ingibjargar og bæjarfulltrúa Gunnars hversu stórt mál þetta er. Dettifossvegur hefur verið eitt af því sem við höfum lagt mikla áherslu á í sóknaráætlun
landshlutans sem við höfum verið að vinna með og Eyþing hefur lagt mikla áherslu á það að Dettifossvegur verði að veruleika. Við höfum að sjálfsögðu líka bent á flughlaði hér á Akureyrarflugvelli og það liður í því sem við höfum talið mikilvægt, það að dreifa ferðamönnum um landið og síðan að geta tekið á móti þeim og það eins og Bæjarfulltrúi Gunnar kom inn á. Við eigum ekki að sætta okkur við það að Dettifossvegur sé endalaus ófær fyrir ferðamannin vegna þess að þetta er bara svipað mikilvægt fyrir þetta landsvæði eins og Gullni hringurinn í Reykjavík og þetta gefur okkur og þessum landshluta öllum sóknartækifæri ferðaþjónustu og þá erum við ekki síst að horfa til svæðan sem eru hérna fyrir austan okkur, þessara brothættu byggða sem eru í Kelduhverfi og Öxarfirði og þar austur af. Þetta skiptir miklu máli fyrir þetta svæði og ferðaþjónustu alla á þessu svæði og mér finnst bara eiginlega hálf grátlegt að Alþingi skuli á haustdögum samþykkja þessa samgönguáætlun sem var mikil sátt menn voru þarna stíga skref, menn það ákveðin hagvöxtur í samfélaginu, það hefur verið góðu gangur og menn hafa jafnvel talað það að ríkissjóður sem eigi nóga peningum og það sé bara spurning hvað ég að gera við þá en við höfum sett fjármuni í þetta, eða ætluðum að setja fjármuni í þetta, síðan það ekki gert í fjárlögum og það vantar 10 milljarða upp á það sem að menn voru búin að ná sátt án þess að sé nokkuð rættu einn eða neitt það. Og nú samgönguráðherra, hann er svolítið bundinn svolítið við þetta að sjálfsögðu með við fjárlögin og hann verður að koma einhverjar tillögur en það hlýtur að vera að menn þurfa að taka þetta bara inn í Alþingi, að ræða þetta upp á nýtt og það verður bara að bæta fjármunum inn í þetta. Menn hljóta þurfa að standa við það sem þeir ætluðu sér að gera. Þetta orðið lykilspursmál fyrir alla landsbyggðina. Það verið að taka, og ég meina við sjáum bara ekki, það ekki bara hér sem við erum að tala um Dettifossveginn, heldur sjáum þetta allt í kringum landið. Að við skulum búa við það núna árinu 2017 að við erum ennþá með hluta hringvegunum ómalbikað sem dæmi. Þetta náttúrulega eitthvað sem við þurfum að fara að koma í endam á og það þarf að fara að koma einhverju samgönguáætlun í gang sem hægt að vinna eftir. Það hlýtur að vera krafa okkar núna að Alþingi endurskoði þetta mál og menn breyti þessu og komi þeim framkvæmdum sem áætlað voru árinu 2017 í framkvæmd. Takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldur Guðmundsson hefur lokið máli sínu, orðið laust. Þar sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls, þá berum við upp bókunina sem að Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen las upp hér áðan, þeir sem geta samþykkt þá bókun vinsæla skeiðmerki. Og það samþykkt samhljóða.